Ferðaáætlun Ferðafélags Akureyrar fyrir árið 2015 er fjölbreyttað vanda, en fram á vor eru skíðaferðir þó nokkuð áberandi. Núna hefum við tekið upp á því að vera með skíðaferðir, margar léttar skíðaferðir. En það hefur verið svona mismunandi hvað hefur þáttakan í því. En þegar þú talar skíðaferðir þá ertu náttúrulega að tala gönguskíðaferðir. Já. Og það sem að menn setja oft fyrir sig það er að þeir eiga ekki svona utanbrautarskíði, en oft ef að er ekki farið beint yfir fjall og annað slíkt heldur á láglendi, þá er allt í lagi að vera bara svona á brautarskíðunum og mætti koma miklu fleiri sko. En hvað, er þetta ekki erfiðar ferðir? Ég meina, er þetta virkilega bara fyrir hvern sem er? Já, alveg fyrir hvern sem er, eins og við fórum hérna bakka Eyjafjarðar, það getur rétt ímyndaði brekkurnar þar og það er bara fyrir hvern sem er og við förum aldrei hraðar en sá aftasti, við erum ekkert á neinu spani. Og hvert eru það að fara? Já, við hefum, það eins og ég segi, bakkar Eyjafjarðar, núna fljótlega er nú farið inn í Lamba, það er nú kannski pínu erfiðara og það er kallað Þorraferð, þá erum við Þorramat og nýja lamban okkar, glæsilegt hús. Hún er nú orðin full nú þegar sú ferð, það komast ekki fleiri því miður. Svo að hann hefur ekki aftur að því þó að sé nú pínu brekka upp í Lamba og þetta eru 12 kílómetrar upp yfir. Og svo er til dæmis ferð sem er mjög gott að byrja á, það er hérna að fara upp í fjall og út á Þelamörk og förum við bara með hlíðinni og svo rennum við okkur hérna niður og þetta sé pínu langt, þá rennum maður og rennur alveg endalaust. Og svo eru kannski meiri ferðir, það er held ég ein svona 2 daga ferð, þá förum við frá Kröflu og í Þeistareykji, gistum þar og niður á Kísilög. Það er líka mjög þægileg ferð sko, ekki mikla brekkur á þeirri leið. Og margar aðrar, Fljótsheiði hérna með Ingvari, það er ekki fyrir hvern sem er, eða það er fyrir hvern sem er, þá er enga brekkur þar að ráði. Og við stílum oft upp á það að við erum ekki að fara í sem sé miklar brekkur. Ég heyri það að þessar skíðaferðir ykkar eru fyrir hvern sem er út aldeilis að selja með þetta. En svona öðrum ferðum ferðafélagsins á árinu, þið byrjuðu með 1 fjall á mánuði í fyrra og ætla að halda áfram með það í ár líka. Já, það byrjaði fyrra og gekk svona sæmilega. Að vísu var ekki margir sem keyptu sér all fjöllin. Núna erum við með rosalega flott tilboð, það er meir en 50% afsláttur ef að menn kaupa öll fjöllin. Og það byrjaði með látu núna bara helgina. Það voru 23 í ferðinni. Fórum á Eystuvíkurfjall. Og svo er þetta svona fjöll sem er ekkert mjög erfið. Við förum upp á Stakaklett hérna, það er nú hálfa leiðin upp á Súlur eitthvað svoleiðis. Blámasatt og Skessurhryggur verður nú einhvern tímann og Kalsárfjall. Og svona rúsínan í því er Keranhnjúkur sem er upp á Ólafsfirði, svona hálfgert Alpafjall. Við förum góða leið þar upp. Og menn geta verið stoltir af því þegar horfa á fjalli að hafa komist þarna upp því að þetta er eins og bara í Ölpunum. Og þetta eru sem sé, já, núna er hægt að fá út þennan mánuð þetta hálfvirði. Ég heyri það að dagskrá ársins er fjölbreytt og svo er náttúrulega þessi árlega gönguvika ykkar í júlí. En fyrst ég er með því hérna á skíðum í Kjarnaskógi, þú ferð alltaf daglega hérna á skíði þegar það er gefst, er það ekki? Jú, ég er mjög duglegur að fara svona hérna inn í Kjarnaskógi. Þetta er alveg dásamlegt að vera hérna og það hefur verið mjög vel hugsað þetta, miklu betur en áður. Það eru búin til brautir hér þegar hægt er, miklu betur og þeir hafa
breikkað göngustíginn líka hérna Akureyrarbær og eiga þakki skildi fyrir það og það er hægt að fara nefnilega líka víðar heldur en bara eftir þessum hring hérna því að ef maður getur farið upp í Gamla og inn í Hvammsland og hingað og þangað ef maður með þessi utanbrautarskíði og hægt að finna alveg frábæra við eigum nefnilega gersemi hérna í bænum sem að alltaf fáir vitum.